Jæja, nú ætlum við að fara að læra að nota LaTeX og LaTeX er orðunarmál til að geta skrifað texta og fengið út skjöl og skjölin koma á PDF-formi. Þetta svona í raun og veru næsta skref á því og hefði kannski í mörgum tilfellum átt bara að vera fyrsta skref að því að nota sambærilegt forrit og það sem við þekkjum flest til dæmis Word og höfum mörg notað sérstaklega í grunn- og menntaskóla. En þetta svona allavega svona betra fyrir stærðfræðitexta og eðlisfræðitexta og vísindamennum allan heim nota þetta fram yfir Word og þetta mikið notað fyrir lokaritgerðir og önnur svona stór verkefni sem hentugt fyrir svona, að þetta bara forritunarmál. Þá mjög einfalt til dæmis líka að senda skjöl á milli og eitt af því sem LaTeX hefur fram yfir til þess Word að því Word samanpakkað og þýtt fram og tilbaka, þá þetta að fela til dæmis vírusa í því. En þetta í raun og veru bara textaskrár sem svo þýttar með tölvunum okkar og það ekkert falið í því. Þá ósa erfitt að senda vírusa og held ég bara ekki hægt til dæmis með þessu móti, með því að senda þessu skjöl á milli. En nú skulum við bara fara að vinda okkur af stað og að því þetta forritunarmál, þá þurfum við ákveðinn ritill og OLIF ritill sem á netinu og sérlega handhægur í þetta verkefni og Háskólinn Reykjavík styður líka sérlega vel við OLIF og borgar fyrir notkun á því. Þannig ef þið notið HR e-mailin ykkar þá fáið þið betri aðgang að OLIF. En nú skulum við bara vinda okkur af stað. Þetta orðið kannski svolítið upplýsingaflóð og vonandi ekki á flókið og þá bara gerum við hérna New Project og Blank Project þegar þið eru búin að skrá okkur inn. Og við skulum skýra þetta bara eitthvað, byrjum saman 2020. Og þá hleðst þetta inn. Já. Svona. Svona ætti þetta líta út þegar opnið þetta fyrsta skipti. Og að því við ætlum að kynnast þessu svolítið og kafa niður í kjölinn, þá ætlum við að eyða út hérna megnið af línunum hérna. Við ætlum að eyða út þessum línum og þessum línum. Við ætlum að byrja bara með þessar 3 línur hérna. Document class article, begin document og end document. Við munum bara nota article og til að byrja með allavega og við kynnumst kannski nýjum klösum síðar meir. Eru nokkrar spurningar á þessum tímapunkti? Eitthvað sem brennur á þessum sitja og hlusta? Hvaða týpur af document class eru til? Alveg ótal margar, ég þekki nú ekki allar, en til dæmis ef maður ætlar að nota glæru sjó þá heitir þetta Beamer og svo til eitthvað sem heitir bara Minimal. Það til dæmis ef maður ætlar að því það hægt að nota LaTeX til þess að teikna myndir, þá getur maður sett inn í staðinn fyrir article Minimal og þá birtist bara myndin og ramminn utan og það bara nákvæmlega stór á myndinni. En þetta sem tilheyrir til dæmis article, það það að þetta í A4 stærð, staðlaðri A4 stærð. Við ætlum að halda okkur við það allavega svona í upphafi. Og svo þetta begin document og end document. Þetta eru ansi mikilvægar línur og það þarf að passa að skrifa alltaf á undan end document. Það á bara að vera svolítið svona seinasta línan í skjalinu en nú skulum við bara að prófa aðeins. Nú eyddi ég öllu hér og ef ég skrifa hérna bara hello world, þetta þykir nú ansi klassísk byrjun á mörgu því sem maður forritar. Þá sjáu þið hérna birtist hello world og að vísu líka talning á síðanum. Þetta raun og veru eina sem birtist. Og þið sjáu líka spásjan hérna, hún fyrir eitthvað stór og við lærum síðar að breyta því. En þetta það sem við getum. Og núna getum við skrifa hérna ýmsan texta. Og við getum skrifa hello world og svo getum við skrifað kannski eitthvað hérna, prófum bara að skrifa eitthvað á íslensku. Sögu vil ég segja stuttan. Svo hefur þetta komið fyrir að hann skilur ekki allt sem að kemur fram. Þannig að ef við notum mikið íslensku stöðum, það flókið að tala íslensku, þá sjáum við að
Hann gefur okkur villumeldingu og við fáum ekki þ, við fáum ekki eð og við fáum reyndar óið, við fáum ekki alla íslenska stafi og við þessu þarf bara að sækja pakka. Og LaTeX bara þannig að við byggjum svolítið á því við sækjum pakka fyrir það sem við þurfum. LaTeX getur gert ótrúlega margt, eins og við sjáum þá getur við skrifað þennan einfalda texta, hann skilur stafið með kommum og greinilega auð og svona, en hann virðist ekki skilja sér íslenska stafi eins og fótn og eð. Þá ætlum við bara að kynna aðeins hérna svæðið á milli document class article og begin document viljum við kalla hér forpit. Forpiturinn. Og til þess að skrifa athugasemdir sem ekki birtast í skjalinu, þá byrjum við að skrifa svona prósentumenn. Það getur verið sérlega þægilegt að hafa það í gegnum allt skjalið, sem þú vill maður bara hafa ykkur athugasemdir hér fyrir sig í skjalinu sem ekki birtast. Þeir sem hafa forritað áður, þá er mjög eðlilegt að geta skrifað athugasemdir sem ekki eiga að koma fram. Og í forpitnum skrifa maður þessa pakka sem ég myndist á áðan og við rennum í gegnum nokkra pakka og hvernig við öflum okkur upplýsingar þá. En við ætlum að skipta forpitnum upp í nokkur svæði og við köllum fyrsta svæði bara hérna. Þetta er FIB-reglan. Við setjum hér FIB-regluna sem við köllum og þá er það þannig að FIB stendur fyrir Félag íslenska bifreiðeigenda, en það tengist þessu á engan hátt, okkur þótti þetta bara passa vel við, af því að stundum þurfa pakkarnir, það skýrist allt saman þegar við heldum áfram, að vera í ákveðinni röð. Sumir pakkar geta ekki komið á eftir pökkum, sumum pökkum og aðrir ekki undan og stundum þarf maður að passa sig aðeins á þessu. Og þá er hægt að lesa sig bara til það og þetta skýrist allt saman þegar áfram er haldið. En til þess að kalla pakka og gera maður svona backslash. Þetta er ekki deilingamerki og ég ætla kannski til æfingar, þá ætla ég að fara hérna og ég ætla að gera autocomplete off. Bara meðan við réttum við kynnumst þessu og ég hvet ykkur eindregið til þess að gera þetta líka. Bara til þess að meðan við erum að komast að stað, allavega. Þá gerum við hérna backslash og gerum use package og svo notum við slaufusvega. Og eins og þið sjáuð hérna er backslash og slaufusvega. Og þetta er svolítið eins og maður kalla á fall. Og þá segið þið hér hvaða fallið þið ætla að kalla og hvernig þið ætla að nota. Og use package er til þess að kalla á pakkana. Og nú ætlum við bara að skrifa þetta hérna 3 sinnum. Package og aftur use package. Og nú ætlum við bara að fylla í þetta. FIB-reglun okkar, þá skulum við bara setja hérna F, lítið F, I og lítið B. Þetta eru svona fyrstu 3 pakkarnir sem við munum koma til að kynnast og þetta eru svona raun og veru kannski þeir pakkar sem kom okkur lengst áfram sem við þurfum sem minnst. Og fyrsti pakkin sem við ætlum að tala það er Fontaine. Use package Fontaine. Og við ætlum að setja hérna hotflowa líka, skrifa hérna T1. Þetta er rauninni, við ætlum að nota Fontaine pakkan og við ætlum að skilgreina það, við ætlum að nota T1 hluta af Fontaine pakkanum. En Fontaine pakkin er sem raun og veru segir til leturgerð sem birtist á skjánum hérna í skjalinu okkar. Og þetta fer þá til þess mismunandi eftir hvaða tungumál við skrifum á. Ef við ætlum til að skrifa á rússnesku, þá myndum við nota T2 eða eitthvað svona. Þetta er eitthvað svona sem að maður er ekkert að fikta mikið í. Þetta er fyrir okkar leturgerð hér og þessa ensku og íslensku og þetta helsta sem við notum og þessar sem eru í þessar leturgerð. Og svo er hérna inputen. Og það er til þess að skilja það sem fer inn af lyklaborðinu hérna inn. Það er nú ekki langt síðan að hann hefði ekki skilið Ö eða J heldur þessi ritill, en þetta hefur uppfærst ansi mikið á undanförnum árum og því er svona minni þörf fyrir þetta, en út af
þ okkar og eðin okkar, þá þurfum við að nota hana input-end pakka, svona skiljið það. Og við ætlum að segja hérna UTF-8. Og það er rauninni bara stækkun á þýðingum fyrir tölvuna. Þetta er, ég man ekki alveg hvað þetta stendur fyrir, en þetta er rauninni svo framlenging á ASCII-töflunni sem við notum. Og þetta gerir honum kleift að skilja það sem við stimplum af lyklaborðinu hingað til þess að ná að skilja það sem er hér hingað. Og þetta er ástæðan fyrir þetta virkar hér er bara að því að tölvan okkar skilur þetta. En núna þurfum við að segja LaTeX að skilja þetta líka. Og seinasti pakkin sem við ætlum að kynnast er Babel í bili, alltaf. Babel. Seinasti pakkin í FIB-reglunni. Og það er hluti af Babel-turnunum, það er svona trúarlega turn fyrir tungumálin sem birtust í heiminum. Og þar sem þetta tengist tungumálum þá segjum við hérna Icelandic. Og notkun og honum skýrist reyndar aðeins nánar þegar við þurfum að setja myndir og töflur og þess háttar. En þetta er rauninni gerir LaTeX kleift að skilja íslensku. Ekki kannski beint skilja íslensku, heldur að hugsa, að kemur ljós sem hann hugsa svolítið fyrir okkur. Og þá er þetta sér til þess að það sem hann hugsa fyrir okkur sé á íslensku. Nú skulum við prófa aftur að keyra og þá ítum við bara á recompile. En það er líka hægt að íta á Ctrl-Enter eða Ctrl-S, eins og þið eru vista. Og hérna kemur þetta þá. Hello world, sögu vil ég segja stutta, það er flókið að tala íslensku. Nú hefur þetta allt saman birst eins og þetta á að gera. Eru einhverjar spurningar af þessu sinni? Þá held ég bara áfram og hérna svo er kannski þannig að maður gerir hérna Enter, til að hafa þetta í nýrri línu. Og ef við keyrum þetta, þá kemur ljós að þetta birtist ekki í nýrri línu. Ástæðan er einföld, þetta er forritunarmál. Þannig að maður þarf svolítið að segja honum bara hér ætla ég að setja nýja línu. Og það er gert á tvenna vegu, það er annarkvort bara 2 backslash eða þá /new line. Hér er komin ný lína. Og þá sjáum við að hvoru tveggja virkar og nú er þetta í 3 línum. Hér er reyndar svona indent og við lærum kannski stjórna því betur eftir. Þetta er svona hefðbundið, það byrjar á indenti og svo kemur textin. Og þetta eru möguleikarnir til þess að byrja nýja línur. Svona segjum við að gera það. Og svo núna getum við skrifað þetta allt saman. Og nú er svolítið áhugavert að prófa aðeins. Nú ætlum við að prófa að gera hérna, ef við gerum section. Þetta eru svona kaflaskil sem maður hefur kannski bara segjum hérna kafli, eða kafla hluti, þetta eru nú kafla hlutar. Kafla hluti 1 og keyrum. Og þá segir hérna 1 kafla hluti 1. Það er því að hann númerar sjálfur. Þetta er eitt af því sem er hentugt til LaTeX. Hann sér allar númeringar á myndum, töflum og blaðsíðum og kaflum og kafla hlutum alveg sjálfur. Og hann við skulum bara taka hérna út 1. Og þetta er það bara fyrsti kafla hluti. Hann sér það þessum númeringar. Og þessu er alveg hægt að breyta ef mann kærir svona þegar áfram er haldið. Í raun og veru með LaTeX er að þú hefur stjórn á öllu. Og hver manni getur því að hafa verið í Word og myndir maður hoppa aftur 18 blaðsíður og reyna að fara tilbaka. Það var einhvern veginn svo gangi aldrei og allir texti fer í kraðak og hinna myndinni fara að skjótast í allra þetta líka eins og ég veit ekki hvað. Hér er rosa þægilegt að hitta forritunarmál og þá er kannski, ef það fer eitthvað fokk, þá er það yfirleitt bara ein línu sem það þarf að breyta og þá kemur allt í fyrra horf. Þetta er allt svona og þægilegt. Það getur stundum verið svolítið erfitt að byrja, sem hefur fundist það, en ég held að allir sem ég hafi talað við hefur fundist það þess við. Og ég get allavega að tala fyrir sjálf með því að segja að þetta var, mér finnst alveg ekki synd að hafa ekki kynnst þessu fyrr. Ég hefði viljað kynnast þessu strax í grunnskóla. Ja, svo ég segi ekki meir, þetta er ekki svo flókið. Allavega, og svo ef við bara prófum að skrifa, hér er texti úr fyrsta kafla hluta. Og prófum aftur að gera.
og þetta bara eitthvað meira. Hér er meiri texti en úr öðru kafla hluta. Og prófum að gera það og þá sjáum við að hann sér númeringar. Þetta 1 og 2. Svo kannski eitthvað sem maður myndi vilja prófa. Segjum bara, okay, þetta bara fyrsti kafli. Þetta bara chapter 1. Og það byrjunin. Keyrum. En það kemur í ljós að hann veit ekki hvað chapter ástæðan fyrir því að því að hluta þessu artikul þá nota maður ekki kafla heldur, það maður bara með litla kafla hluta. Nú skulum við kynnast nýjum document class sem heitir book. Og þá skulum við prófa að breyta þessu í book. Bara stutt, bara til þess að forðast það. Við viljum bara aðeins að fyrta hérna. Og þá sjáum við hérna kafli 1, byrjunin. Og kemur þessi texti. Þið hefur kannski tekið því að fyrsta sem ég skrifa hérna byrjunin. Það það að segja hvað kaflinn heitir. En hann kemur með þetta hérna sjálfur. Það til dæmis hluti því sem Babelpakkan gerir. Að því að LaTeX gerir þetta sjálf, þá sér þessi Babelpakki sér til þess að þetta sé á íslensku. Ef við tek þennan pakka út, þegar ég set svona kommentmerki, svona prósentumerki fram yfir, þá lesa hann ekki þessa línu, prófum að keyra aftur og hann gerir sjálfkrafa ráð fyrir ensku, þá sér hann chapter 1 í stað fyrir kafli 1. Og að sama skapi hefði maður geta haft hérna English og þá fær maður sömu niðurstöður. Áhugavert að prófa að breyta þessu til dæmis í norsk. Það virðist vera áhugavert að einn af fáum tungumálum sem að þarf að skrifa í raun og veru nánast eftir því norsk. Það fyrir norskuna í staðan fyrir Norwegian. Annars þetta yfirleitt á íslensku. Nei, á ensku, ekki eins og til dæmis Icelandic. Og þá segir hann kapitel og svo þetta að segja hérna Spanish. Svo þetta bara eftir hvaða tungumál þið skrifið. Kapítulo. Og svo til næst prófa að setja inn Russian. Já, hann lendir í smá vandræðum með þennan texta hann einhvern. Þannig að við skulum bara taka þessu rússnesku datur og Icelandic. Og þá sjáum við núna hvað hentugt að hafa þennan pakka. Og hvernig líst ykkur á þetta? Eru spurningar á þessu sinni? Eða þetta bara allt skýrt? Mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Og, já, það ekki? Jú, og þetta segir við bara nóg fyrir okkur til að byrja. Þetta kemur okkur ansi langt. Já. En það spurning hvort við ættum að prófa að setja inn eina mynd. Já, saman. Sko, ég hérna með dæmi sem var reikna á blaði til dæmis. Já. Og ég myndi vilja geta sett það inn í svona skjal. Það sem ég gera teikningum og svoleiðis. Já, við skulum... Það kenna okkur það. Til að byrja með, þá skulum við bara taka myndir af verkefnunum okkar og því sem við gerum og við ætlum bara að setja myndir inn í LaTeX-skjalið. En svo þegar líður á, þá í næstu fyrirlestrum, þá skulum við læra saman setja inn bæði stærðfræðitexta og teikna myndir. Því það vel hægt að teikna í LaTeX og eru mjög flottar myndir sem koma út úr því. Og af því að þetta allt saman PDF, þá þetta í raun og veru allt saman í óendanlegri upplýst. Það textin og þá myndirna sem við myndum mögulega gera saman. Ef við ekki bara að finna okkur einhverja mynd og við skulum þá bara fara hérna á Google. Finnum bara LaTeX logoið bara. Ég vissum það reyndar að ég talaði að LaTeX var í óendanlegri upplýst. Þetta auðvitað til og einhverjir ekki alveg sáttir með það að þetta satt sem mynd eða ljósmynd inn í LaTeX-skjali. En til þess að læra þá skulum við bara sækja þetta. Við skulum bara
bara save image og við skulum endilega strax svolítið vel möppustruktúr og ég ætla að setja þetta bara hérna hjá mér í Documents, New Folder. Ég ætla að segja hérna bara byrjum í LaTeX 2020 að gera hérna möppu og ég set myndina hérna í þessa möppu hér og ég ætla bara að vista það þarna, þá er myndin komin, svo fer ég bara inn á Ólíf og þá ætla ég að setja hérna upp og við ímyndum okkur bara þetta LaTeX logo sem ég var að setja, við ímyndum okkur bara að það sé eitthvað verkefni sem við erum búin að taka mynd af og við fyrir bara hérna í Documents og ég setja hér byrjum LaTeX 2020 og þá er svolítið þægilegt og þá getur maður bara dregið myndirnar þess vegna skjöl líka, ef maður setur inn, þá er bara myndin komin hérna inn á Ólíf. Og þá skulum við aðeins fara hérna niður og við ætlum að núna ætlum við að skoða betur umhverfi og í kringum myndina svona ákveðið umhverfi og raun og veru þetta begin document og end document raun og veru umhverfi sem að niðurnjörvað hvar skjalið byrjar og endar. Það sem hérna, og ég gleymdi hérna forpitturinn, það sem í forpittunum, það heitir á ensku Premable. Og þetta heitir forpitturinn á ensku. Nei, já, þetta heitir forpitturinn á ensku Premable, það sé svæðið hérna document class og begin document. Og hérna setjum við inn pakka og jafnvel eitthvað fleira sem við förum í síðar, nýjar skilgreiningar á skipunum og svoleiðis. Þetta raun og veru skipun, þetta líka og þetta raun og veru allt saman bara skipanir og þetta megi líta á þetta sem fallaköll. En nú ætlum við að læra að skera fyrir myndir, þá gerum við bara begin figure og við skulum bara strax setja henni inn end figure til þess að gleyma því ekki. Og þá þetta allt saman backslash, svo hvað það svo slaufan og hvað við að byrja og hvað við að enda. Það figure. Og þetta ekkert eitthvað sem þið þurfið alltaf endilega að muna, en það er ágætt að fara í gegnum þetta. Þá lærið þið líka að sjá eða komið með bara villur síðan meir í skjölunum ykkar. Þá svo gott að hafa lært þetta svolítið vel, byrjunina, út af því að þá þið fljótar að sjá af hverju skjalið ykkar fer kannski illa. Og þá segjum við þetta include graphics og þá ætlum við að segja hérna LaTeX, hérna þá þarf að segja hérna .png, þá höfum við þetta hér og nú ætlum við bara að sjá hvað gerist og það sem kemur í ljós að hann skilur þetta ekki og hvað dettur ykkur fyrst í hug að gæti verið vandamálið. Þannig að nú kemur bara spurning út í sal. Hvað gæti verið vandamálið hér? Það einfalt, okkur vantar pakka. Það kemur þá okkur að hlutar 2 í forpitnum okkar og það mynda hlutin. Og þá byrjum við eins, backslash, use, package og við ætlum að segja hérna graphics með X-i. Og það til pakki sem heitir use, package, graphics með S-i, en sá pakki í raun og veru talinn vera orðin bara gamall og honum ekki haldið við lengur
og þá var fundið nýr pakki sem heitir Graphics með X og hann betri og hann haldið betur við. Þannig að við ætlum ekki að nota þennan hérna. Við ætlum að nota þennan með X-inu í staðinn. Og þá skulum við prófa að keyra aftur, aðtöku hvort að allt gangi. Og hérna birtist myndin sem við settum. Svo ákveðin hlutir sem við ætlum að fara í gegnum. Ef við erum með hérna autocomplete on, aðeins skoða það og ef við skrifum hérna begin figure, þá koma hérna nokkuð margar línur. Og hérna var ég með LaTeX mynd og hann finnur það sjálfur. Það þá myndin og í þessa línu hér hann sendur það centering. Og það sem hann gerir, við skulum setja þetta hérna á new page, þá getum við hort á myndirna hlið við hlið og séð svona. Centering, hann setur hann myndina í miðjuna, hann færir hann svona í miðjuna, þannig að myndin eins og sjá, hún svona aðeins hérna keyrir þetta til vinstri myndin núna. Þegar við keyrum þessa hérna og ætti hún að birtast í miðjunni. Þá finnur LaTeX miðjuna á myndinni og setur hann á miðjuna á skjalinu. Og svo caption, þá því að undir öllum myndum þá má setja skýringartexta. Og það eitthvað sem maður ætti að venja sjá við alla myndir. En endilega fyrir svona, ef þið takið ljósmyndir af verkefnum ykkar, þá það úrlausnir. Og síðar meir væri gaman að geta skrifa það í LaTeX, en meðan þið takið myndir af því, þá ætlum við að taka þetta caption út fyrir verkefna innlausnir. Af því að það úrlausnir en ekki ljósmynd sem beint. Við lítum ekki á þessum ljósmynd, við lítum á þessum úrlausnir. En þetta vissulega ljósmynd. Þá segjum við hérna LaTeX logo. Og svo hérna label. Og label svolítið svona svo merkimiði. Þannig að hann segir hérna fig 3.mylabel. Þannig að hann búinn að setja hérna merkimiða, skulum taka bara skrifa LaTeX logo. Við þurfum að hafa undirstrik hér að þetta þarf að vera bara eitt orð. Þetta notum við til þess að við þurfum að vísa í myndina. Þá getum við nota þetta label hér og við skoðum það aðeins og eftir, en núna vitið þið hvað þetta Hérna begin figure og end figure og það skilgreinir umhverfið í kringum myndina. Og svo kemur hérna centering til þess að miðja það, include graphics bara til þess að setja myndin inn í skjalið. Það bara nákvæmlega sú lína sem kallar að myndina og setja hann inn í skjalið. Þessi brúin hérna á milli, ekki orðan og svo eða lítum á svo líst. Og captionið bara undirskrift, skýringartexti og label bara með merkimiði til þess að geta kallað á það síðan. Nú skulum við bara Ctrl Enter og sjá hvernig þetta kemur út, niður í síðu. Og þá kemur þetta svona út. Að vísu viðst hann að byrtast við síðu, svolítið skrítið. En, jæja, ok, allt í lagi. En venjulega myndan færast svolítið hérna inn. En svo kannski finnst okkur þetta að vera kannski svona leiðinlega stórt. Þá myndi maður breyta hérna og við. Það getur oft verið, sérstaklega ef að þið annarkvort takið ljósmyndir, en ég mæli frekar með að skanna inn verkefni ykkar, það til mjög fín forrit til þess. Til dæmis bara Adobe Scan eða Google Scan og fleiri með frábæra úrlausnir af þessu. Að hann setur myndin inn í raunstærð og sérstaklega þess að það takir ljósmyndir af einhverju, segjum þess að skýrslu, það takir mynd af uppsendingunni, þá raun og veru myndin margir sentimetrar og kannski metr í raun og veru lítur svoleiðis myndin út fyrir töluna. Þannig að ef að við setjum það beint inn og þá kemur hún mjög astnalega fram og ekki nema hluti af henni á blaðsíðunni og lítur allt mjög einkennilega út. Þá þurfum við að geta stjórna breytinni eða hæðinni. Eðlilegast að stjórna bara breytinni og það nefnilega breytin hérna. Og ef ég man rétt þá hefðbundið A4 blað eitthvað kringum tæplega 20 cm á breytina. Þannig að við setjum það bara í 5.
15 cm og við getum skrifað bara cm og við skulum keyra. Þá kemur þessi, hún aðeins stærri. Þetta þessi hér. Þannig það segir okkur það að við höfum teygt núna myndinni. En ef við segjum núna 5 cm, þá tekur hann alla myndina og hann minnkar hann. Þið sjáu hérna munin. Og líka hvers getur sem að minnkar myndi að vera aðeins skýrari. Eða svo leiðist. En að því maður veit ekkert endilega hvað A4-blað, maður getur vissulega googlað það, A4 paper size. Þá getur maður séð sko kemur allt upp í amerískum stærðum. Það sé hérna að segja 21 sem 29. Það er nokkur nærlega, ég segi 20. En maður kannski ekki alltaf með að pæla mikið í stærðunum, en það kemur upp í ljós að þetta er forritunarmál, þá fullt af breytum sem eru á baki, sem eru í gangi hérna þó við vitum ekki að því. Og ein breytana sem er þægilegt að nota í þessu máli til dæmis bara line width. Þá segir hann línubreytina sem breytin á milli spássi. Þannig ef við keyrum það, þá passa hann að hafa það raun og veru jafn mikið pláss og hann má hafa. Sem í raun og veru virðist koma út fyrir að vera nokkuð svipað stærðinni sem á logoðunum fyrir. Það getur vel að sé eitthvað því að baki. Stundum vill maður kannski hafa þetta aðeins minna og þá ekkert mál að segja bara 0,7 að þarna fyrir framan. Hann kann alveg að reikna það og þá setur hann sem hluta. Það bara 70% af línubreytinni. Það má hafa margföldunarmerki hérna. Kemur á þetta eitt að því hann skilur. Ok, ég held hann skildi það. Jæja, hann skilur greinilega ekki svona vel, en hann skilur allavega þetta. Hann veit að það á að vera bara margföldun hérna á milli. Þetta þýðir þessi 70% af línubreytinni. Þá hefur hann myndina svona stóra. Og auðvitað maður breyta þessu. Og þá henni line width einhver stærð sem skilgreind í skjalinu, sem háð spássíunni. Segjum að ef spássían 3 cm hvorum megin og blaðið 21 cm, þá ætti hér á milli að vera 15 cm. Þá myndi hann segja það að line width ætti að vera 15 cm og 70% af því þá eitthvað aðeins minna. Og svo má maður fylgja þessu alveg fram og tilbaka. En það stundum svolítið hvimleitt að maður skrifar til dæmis eitthvað texta hérna. Nú erum við á nýrri síðu. Hér einhver texti á undan myndinni sem segir jafnvel frá myndinni. Því myndin segir jú 1000 orð. Og nú ætti textin okkar birtist hérna, en ekki erum við ánægð að við skrifum textana undan myndinni, en textin birtist hérna. Það ráð við því að því að LaTeX með það sem heitir svona floating, að myndirnar fljóta svolítið skjalið okkar. Og sumir vilja það, þá bara flýtur myndina nokkuð efst eða neðst á blaðsíðuna og á LaTeX svolítið að finna út hvort það ætti að vera betra. En í þessu tilfelli þá viljum við það ekki. Og það eru til ýmsar leiðir sem eru innbyggðar í LaTeX, en okkur hefur reynst langbest að nota nýjan pakka sem heitir float, sem að sér að kringum þessi float sem auðvitað myndirna fljóta. Og það sem fylgir því að við setjum hotklofa hérna og setjum 1H. Það stendur fyrir svolítið svona hér. Við setjum myndina hér. Og ég myndi segja það. Og þá færðist, þetta ómerkta myndin, hún færðist fyrir neðan textan. Þannig að ef við förum og setjum H hérna þessa líka, þá færðist þessi hérna með undirlinu minni myndin, hún færðist líka fyrir neðan. Og í réttri röð. Þannig núna þetta saman eins og við viljum hafa þetta. Og þetta ætti að koma ykkur ansi langt með það að byrja að setja inn myndir og setja inn einfaldan texta í skjalið ykkar. Eru einhverjar spurningar að lokum?
En til að lesa sér frekar það sem að stendur í hverjum pakka, getur sýnt okkur það svona áður en þessu lýkur? Já, það kannski bara ágæta hugmynd og við skulum kannski bara skoða þennan grafíkspakka betur og þetta þá kannski bara ágætis leið til að skoða hvernig maður stjórnar þessu saman. Þá fer maður bara hérna á Google og skrifar stan. Það svona ákveðin staður sem heldur utan þessa pakka og heldur utan gagnagerðina utan pakkana og gögnin sem því tengjast og þá pakkin heitir Graphics hérna með X. Það skulum bara opna hann og lesa okkur hans til hann. Og þá bara opna hérna stan package graphics. Þetta yfirleitt, ef þú skrifar bara stan, þá ætti þetta að koma alltaf efst. Og þá þetta innan þessar stíður hérna stan.org, Comprehensive Tech Archive Network, þessum stan stendur fyrir. Og README bara svona grunnupplýsingar og við skoðum það venjulega ekki, en Guide to Graphics in LaTeX. Og það sem að ég skil ekki ítölsku, þá ætla ég að skoða enskuna, stundum kemur þetta upp fleiri tungumálum, yfirleitt þetta á ensku, oftast einungis, stundum þetta bara til á jafnvel frönsku, en sem betur fer þá þetta til. En það getur því að hérna stendur Graphics með S, en hann segir líka bundle. Þetta nokkrir pakkar sem teknir fyrir í þessari greinargerð. Og hérna segir hann aðeins bara driverna, hann að tala bara hvernig hvaða driver hvað keyrir, hvað styður þessa pakka. Þetta svo sem ekkert sem við höfum áhyggjur af, þetta gerist bara svolítið annaðhvort undir húddinu í tölvunni okkar eða þá bara inn í LaTeX. En ólíkt ætla að segja höfuðstofunum, við þurfum ekkert áhyggjur. Og hérna segir Color sem ákveðin pakki sem við skoðum síðar og þetta nokkrir pakkar sem teknina fyrir. Hérna til þess kemur Page Color, þá getur skipt litin á blaðsíðunni í staðinn fyrir að hafa hvítt. Og Box Backgrounds og hérna kemur með nokkuð dæmi svona. Og hérna Graphics Packages. Og hérna segir hann að Graphics með S, það svona standard grafíkpakki. Og ég talaði með hann var kannski hættur en ég virðist hafa ekki sagt með það. En Graphics segir allavega að það Extended eða Enhanced Graphics Package. Þannig að hann styður meira og getur gert meira. Og þess vegna viljum við bara nota hann. Það bara svona, kannski skynsamlegt að geta gert meira í staðinn fyrir að kynnast þessum og þú skipta hann út. Við erum bara beint í að skoða þennan hérna. Og svo þetta bara stundum að lesa, hérna segir hann sko package options, þá getur maður sagt hérna draft final og stundum setur maður hérna draft og þá setur hann ekki myndirnar inn og við getum kannski bara skoða það, það þá hérna use package graphics og það eins hérna, ef maður að nota einhverjar undirstillingar í pökkunum setur maður það hérna inn og þá það sem hann ætti að gera að hann birtir ekki myndirnar en hann veit hvað eru stórar og birtir það. Þannig að það auðveldara að keyra skjalið með þessu mæti og þetta eitthvað svona sem bara þægilegt að gera ef maður að gera kannski langa ritgerð með 20, 30, 40 myndum, ég veit ekki, þá getur það þægilegt að nota bara þá hann fljótar að keyra, þá þarf hann ekki að birta myndir. Hér eru bara með 2 myndir, þannig að ég myndi segja að munurinn væri ekki nema milli eða mikrosekundur, en þegar þú kannski komið með myndir í miklum gæðum að kannski tilrauna uppsetningu eða gröf í miklum sem eru PNG-myndir með hárri upplaust, þá getur verið erfitt að keyra þetta. Þannig að draft getur verið mjög hentugt. Og hann segir hann, suppresses all special features, hann bara lætur allt svona hverfa. Og sérstaklega að hann lætur myndirnar ekki birtast með, en það eru lesnar eins og starf, þannig að taka frá plássi sem það þurfa í skjalinu, þannig að skjalið ætti að líta nákvæmlega út nema bara myndirnar eru ekki birta. Og final, hann segir bara opposite of draft. Og
Og þetta sérlega hentugt af því að stundum maður með, hann segir að hann óyfirskrifar draftið. Þannig að ef þú ert einhvers staðar búin að skrifa draft og kannski búin að týna því að þú getur skrifað hérna við myndirna líka til þess að eyða út einstökum myndum, þá bara ef þú setur inn final og þá á það bara að eyða út og alla myndir. Og þetta svona áhugavert að skoða þetta. Og hérna segir hann demo og þá gerir hann svipað á draft nema það alltaf sömu stærð, það 150 punktar sem 100 punktar. Í staðinn fyrir að gera eins og draft, það þá réttur kassi. Þannig ég myndi þá frekar nota draft alltaf sjálfur frekar en demo. Þá gefur maður líka hugmyndum stærðina og plássi sem það þarf. Og svo bara gaman að lesa þessu pakk. Og til dæmis annar pakki sem við höfum kynnst, það Babel. Kannski höfum við áhuga að skoða eitthvað kring og hann. Þá bara förum við inn á Stan og Babel. Förum hérna inn. Og það kemur eitt saman hérna. Og hérna bara package documentation. Ef það eru ekkert mörg tungumál, þá stendur við bara package documentation. Það bara að skoða það. Og svo annað sem gott að hafa í huga, ef þið eru að skoða pakka, eru búin að fletta á netinu og finna eitthvað sniðan pakka, þá gott að skoða dagsetninguna. Þessi pakki, hann var senast uppfærður 13. maí 2020. Þannig að þá vitum við það að þessi pakki hann uppfærður, hann honum viðhaldið og allt eins og það er. Ef þið sjá eitthvað pakka sem kannski stendur undir 97, þá vitið það að pakki sem hefur ekkert verið haldið við og hann jafnvel bara viskar ekki yfir höfuð í tölvunni. Það svoleiðis sko. Þannig að það gott að fylgjast með dagsetningunum á þessum pökkum. En hérna segir hann líka bara að þetta eru svona ákveðir undirritlar sem að pæla í því sem að gerast í tölvunni. Við höfum ekkert áhyggjur þessu. Og við erum að nota alltaf þetta bara PDF tech yfirleitt. Því hægt að breyta hérna í menu álið og hann segir hérna compiler, PDF latex og þá hérna hitt sem við sáum. Við skulum ekkert breyta þessu en það ágætt að sjá hvað þetta er. PDF latex það sem ætti að vera hér. Ok, og hérna segir hann bara user guide, user interface og hérna monolingual document, það segir að það bara eitt tungumáli einhver multilingual document, hvað gerist þegar skrifa einhver texta hluta á spænsku eða norsku eða íslensku ensku eða eitthvað slíkt sko. Og hérna til þess mostly monolingual document, þannig að þá það á kannski einu tungumáli, segjum íslensku, en það kannski einhver örlitlir kaflar eða eitthvað slíkt vitnanir, ég veit ekki eitthvað á ensku. Og kannski einn kafli eða eitthvað. Og þetta bara, svona getur maður skrollaði gegnum og sé hvað að gerast í pökkunum og áhugavert að skoða. Og hérna reyndar segir hann að til þess að nota þennan Babel-pakka, þá talaður hennan Fontec, Inputec og Babel, FIB, og kemur í nákvæmlega sömu röð og það þarf að vera svolítið. En hér segja þess að ef maður með latex sem yngra heldur sem frá 2018, þá þarf ekki að kalla hann að pakka. Þannig við megum unkommenta. Það allt í lagi og það hefur engin áhrif að kommenta út þennan Inputec pakka af því að það núna þá orðið innifælið í latex að skilja það sem við stippum inn af lyklaborðinu. Það var þetta Fontec sem okkur vantaði á hann til þess að hann skildi tónn og eð. Það sé hvað byrtast hér. Hann skildi það hér en hann gat ekki komið í hingað. Þannig að Inputec pakkin orðinn óþarfur að einhver leyti. En það ágætt samt að vita á hann að fyrir latex tíðindur eldur 2018 sem þau séu að skoða gamla tölvu eða eitthvað gerist og þið endi í tölvu með gömlum pakka, þá það gerir ekki til þó pakkin sé. Þannig að það ágætt að leyfa hann bara freka þá að vera. Svona getur maður séð ýmsar áhugaverðar upplýsingar í skjölunum. En hérna kemur við með dæmi það, use package fence, Babel, begin document og skrifa hérna áherslu. Eins og við tölum á það að þessi Babel pakki verður ekki mikið áhrif á einstakar texta. Þetta aðalega það ef
ef það á að hafa eins og hérna kaflana. Við að vísu skulum halda okkur bara við article, þá skulum taka út bara chapter og breyta þessu book aftur í article. Þá sjáum við líka hérna að kaflahlutirnir eru 1.1 og 1.2 og myndirnar eru 1.1. Það segir kafli 1, mynd 1 í kafla 1. En við ætlum bara að halda okkur við article í því sem við erum með, þannig að það heitir þetta sem var mynd 1 og kaflahluti. Þá held ég að ég sé bara búin að tæma í bili. Eru þá fleiri spurningar? Þetta var mjög góð spurning. Við varum að spyrja pakkana. Þetta var alveg nöðsynlegt. Og svo bara les maður þá. Og það getur, stundum missir maður sér alveg og les pakkan. Þeir eru mislangir, sumir eru kannski 1-2 síður, þessi 200 síður. Lengsti pakkin sem ég hef skoðað held ég 16 eða 1700 blaðsíður. Það er til að læra að teikna, við skoðum hann síðar. Jæja. Eru einhverju spurningar? Takk fyrir, þetta var mjög skemmtilegt. Það er bara mjög flott sko, mjög skýrt. Það er ágætt að heyra. Þá bara þakka ég fyrir.